Hérna erum við Guðmund Oddsson, Guðmund Ævar Oddsson, hann var einu sinni hreinlega bara herra Þór, hann var allt í öllu í körfuboltanum, hann var leikmaður, hann var stjórnarmaður, hann var þjálfari. Guðmi, þú gerðir á tímabili, þú varst allt í öllu í körfuboltanum. Ég segi nú ekki allt í öllu, við skulum orða þannig, ég gerði ansið margt, ég var þetta með mikið af gott fólk með mér. En vissulega á tímabili var ég með ansið marga hatta í körfuboltanum, ég viðurkenni það alveg. Þú voru með mörg járn í eldinu. Mörg járn í eldinu, já. Gummi, þú ert búinn að vera búsettur í mörg ár út í Bandaríkjunum, orðin, búinn að taka doktorspróf og komið langt. Ertu að fylgjast með körfuboltanum hér heima? Nú er litli bróðir, hann Bjarki orðinn aðstoðarþjálfari hjá Benna Guðmunds. Ertu að fylgjast með úr fjarlægð? Já, ég fylgist mjög vel með. Ég horfi á alla leiki sem ég mögulega get komist í hjá Þór og ég alveg stend með því að vera öskrandi á skjáin og hvetjandi með náfram og maður svitnar í lóanum og þetta er bara eins og, já, bara í gamla daginn að geta alveg. Öskrar áfram Þór á ensku eða íslensku? Nei, þetta er allt á íslensku. Allt á íslensku. Þetta hrærir, það hreyfir ekkert meira við manni þegar ég kemur á íþróttunum heldur en að fylgjast með Þór í körfuboltanum og það gildir einu hvar við erum að berjast, sko. Gummi, nú erum við konum með að mörgum tali einn besta þjálfara landsins innan okkar herbúða, Benedikt Guðmundsson. Hvernig líst þér á það sem að Benni hefur verið að gera núna, konum með nýja leikmenn og megum við ekki eiga að vona að verði svolítið lukkgangur í körfuboltanum með þennan mann innanborðs? Ja, það ætla ég svo sannarlega að vona. Ég segi það fullum fetum að Benni er fremsti körfuknattleiksþjálfari okkar Íslendinga og þó við eigum þá marga góða og ég bara vissi ekki, ég réð mér ekki fyrir spenningi þegar ég sá tilkynnt um ráðningu hans. En þannig að ég vænti góðra hluta frá liðinu í vetur en reynir samt að stilla væntingum í hóf. Liðið reið ekki feitum hesti frá síðasta vetri og það er mikið uppbyggingarstarf framundan. Þannig að þótt ég sé mjög spenntur þá ætla ég að stilla væntingum í hóf og ég vona að stuðningsmenn geri það líka og leyfi Benna að fá þann tíma sem hann þarf til þess að byggja liðið upp. Og síðan er þetta með frábæran mann þetta með sér í brúnni, hann Bjarka. Það er vart þetta að hugsa sér öflugri einstakling í aðstoðarþjálfarann heldur en litla bróa. Bjarki sýndi það nú þegar hann var að þjálfa meistaraflokk karla og eins þegar hann tók stelpunum seinni hluta tímabil, sko, að tilfinningarnar eru gríðarlegar hjá honum Bjarka þegar hann er að stýra liðum og eiginlega stundum jafn gaman að fylgjast með honum eins og leikmann honum sjálfu. Já, við höfum þetta samverkt við bræðurnir að við erum með tilfinningarnar við berum það utan á okkur, við skulum orða það þannig og ef að á að raða okkur í röð hversu skapstórir við erum á vellinu, þá held ég að Bjarki hljóti nú að vera í efsta sæti, sko. Gummi. Kannski hefur hann aðra sögu að segja, en ég held ég myndi nú setja hann í efsta sæti, sko. Ja, þú hefur reynsluna og þekkir þetta. Já. En Gummi, hefur þú trú á því svona þegar við rennum yfir þann leikmannalista sem að við höfum í dag? Heldur, erum við líklegir til þess að fara upp eða eigum við ekkert að vera að horfa á það? Eigum við bara að bíða og sjá hvað veturinn gerir og þó að það tækist ekki á fyrsta ári, heldur öðru, eitthvað svoleiðis? Já, á pappírunum erum við mjög sterkir og eins og ég segi, með frábæran þjálfara í brúnni og ég finnst að við stuðningsmenn
megum alveg gera kröfu á það að við verðum í baráttunni efstu sætin og það kemur alls ekkert óvart að við færum beygju, en þetta hlýtur aðal markmið að vera að byggja upp sterkt úrvalsdeildarlið til framtíðar, og ef það þýðir það að við þurfum að vera 2 ár í fyrstu deild og koma þá enn sterkari til leiks í úrvalsdeild þegar þar að kemur, þá vil ég það nú frekar, sko. En svo náttúrulega hann verður líka með stelpunar og þær voru nú aldrei svarnar að býta frá sér og síðast tímabili, þannig að það má kannski búast við að og þar búið að vera bæta aðeins í hópi, þannig að það má kannski líka búast við því að hvernig liði geti farið að gera enn betri hluti. Heldur betur. Þær voru merkisberar deildarinnar og körfubolta sér Þóra svo sannarlega á síðast ári, og þessar viðbætur sem við höfum fengið, þær eru heldur betur öflugar, þannig að ég held að við verðum í toppáratu á báðum vígstöðum. Það væri ekki ónýtt að innan 2-3 ára að Þór verði komið með lið í efstu deild bæði karla og kvenna. Ég held að það þyrfti ekki að koma neinum á óvart með Benna við stjórnvölinn og þennan meðbyr sem að virðist vera með körfunni þessar myndir. Þannig að þú ert bjartsýn fyrir okkar að hönd allra, að þetta geti orðið bara spennandi og skemmtilegu vetur. Já, ég er alltaf bjartsýn. Ég er óhóflega bjartsýn. Það er alveg sama hvernig við erum á pappírunum og þessar fréttir sem við höfum verið að fá af deildinni, bæði kvenna og kallanliðinu frá því núna í snemmsumar, sko, hafa bara fyllt mig að enn meiri bjartsýni. Og þú ætlar að fylgjast með okkur á Þór TV í vetur? Hverjum einasta leik. Og það skal áfram Þór og heldur familíin í spenningi? Já, ég yfirleitt loka mig hérna af og hérna heyrast bara öskrin fram. Gummi, lífið dásamlegt í Ameríku? Já, hér drýpur smjör af hverju strái. Nei, ég segi nú svona, okkur líður mjög vel hérna í Bandaríkjunum, þar sem við erum hérna í Marquette Bæ í Michigan fylki. Og kunnum afar vel við okkur. Og ekki skemmir veðri fyrir. Gummi, þú náttúrulega, eins og þú amma kannski segja, þú hafðir verið alltaf gamla og drauma að starfa sem og kenna sem menntamaður í Bandaríkjunum. Já, þetta, þegar maður fann hvar áhuginn lá, að þá var þetta það sem maður vildi gera, það var að verða háskólaprófessor í Bandaríkjunum og kenna félagsfræði og sinna rannsóknum í félagsfræði og þá má ég segja að maður sé að upplifa þennan draum. Gummi, skítur á körfu með strákonum? Já, ég er með körfu í bakarinu. Og þú hittir enn? Já, ekki eins oft og í gamla daga, en það hef ég ekki sama tíma til þess að sinna körfunni. Nú maður bara svona, fer maður svona stundum í svona hálfgerðan bumbubolta, en ég skulum orða þannig, ég kemst ekki eins oft í körfu og við myndi langa. En þú ferði þetta alltaf á þínu hraða bara? Já. Það er alltaf bara full speed. Ég þekki engan annan hraða. Það er bara líka minn sem að hægir á sér. Gummi, gaman að spjalla við þig. Og við fáum kannski að heyra í þér aftur seinna í vetur ef okkur vantar einhvern viðmælanda. Já, ekki spurning. Alltaf til. Ég byrð bara heilsa í bæinn og áfram Þór. Gummi, njóttu lífsins í Bandaríkjunum og ef þú hittir einhverja fræga sem við þekkjum, berðu þeim kveðju frá okkur. Ekki spurning. Takk fyrir mig.